Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það voru kosningar til Evrópuþingsins í síðustu viku og fram á helgina og það voru ýmis tíðindi víða og svolítið ólík en þetta gefur tilefni til þess að kannski að skoða aðeins pólitíkina í löndunum, svona helstu löndum. Við munum náttúrulega fjalla mikið pólitíkina í Frakklandi þar sem var boðað til kosninga en það voru líka söguleg niðurstaða í Þýskalandi. Og hingað kominn Ragnar Hjálmarsson, stjórnmálafræðingur, sem að býr þarna úti í Berlín, eða ekki? Jú, ég hef búin að búa í Berlín síðustu 10 ár. 10 ár. Fór þaðan 2014 eftir að hafa verið að vinna fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og skrifaði mína doktorsritgerð þar og hef verið að vinna þar og búa með mínum börnum bara. Heimamaður í Þýskalandi. Já. Við byrjum á bara kosningaúrslitunum. Hvaða tíðindi voru þetta? Þetta er svona ákveðnilegt maður að segja að maður er búin að vera að horfa á svona bílslys gerast í slow motion. Þetta fór ansi illa fyrir stjórnarflokkana, þetta hefði getað farið verra en þetta fór afskaplega illa. Og það kannski... Það kom engum óvart, því þetta er ekki ríkisstjórn sem að nýtur mikils trausts eða stuðnings, það er ekki stemming í kringum þessa ríkisstjórn. Nei, það er ekki stemming, hún er í raun og veru hvorki lifandi né dauð, þetta er í fyrsta sinn... Sem Íslendingar ættu ekki geta tengt sína ríkisstjórn? Jú, maður mætti halda því fram að eflaust tengi einhver Íslendinga við það, en þetta er líka í fyrsta sinn sem að er þryggjaflokkastjórn í Þýskalandi. Það hefur alltaf verið eins að tveggjaflokkastjórnir í Sameinuðu Þýskalandi og í Vestur Þýskalandi, þannig að þeir eru fyrsta sinn að díla við þryggjaflokkastjórn. Þetta er líka stjórn sem er svolítið þvert á pólitíska spektrumið. Þú ert með 2 flokka sem aðhyllast vinstri efnahagsstefnu og síðan ertu með flokk sem með fjármálaráðuneyti sem aðhyllist mjög harða hægri stefnu í efnahagsmálum og það eru mál innan stjórnarinnar sem að þau hafa bara ekki getað komið sér saman Það hefur reynst erfitt að koma sér saman stefnuna gagnvart Úkraínu þar sem að græningjar hafa sýnt mun meiri stuðning stjórnvöldum í Kív heldur en sósíaldemókrata sem þurftu svolítið að venja sig af ostpólitíkinni. Það er líka sem hefur kannski verið eitt svona stærsta málið er að fjármögnun hinna svona grænu umskipta að Robert Habeck efnahagsmálaráðherra ætlaði að nota 80 milljarða evra sem að vera eftirstöðva frá COVID-faraldrinum og nota það í umskiptin og Þjóðverjar settu í kjölfar alþjóðlegu efnahagskrísunnar 2009 settu á svokallaða skuldabremsu í stjórnarskrána sína, þannig að þau geta ekki nota þessa peninga til þess að gera það sem vildu gera, þannig að það hefur birst þá, það hefur ekki getað sett á grænu skatta sem að vilja á, það hefur ekki getað farið ekki, það er fjárfestingar sem að vilja, sem hefur birst síðan í senum í Þýskalandi sem eru mjög óvenjulegar, það er bændur út á götu að mótmæla, það er eitthvað sem við tengjum við Frakkland, að Þýskaland gengur út á svona félagslegan sáttmála á milli allra hópa. En er þetta afleiðing af því að þessi breyting, að við þekkjum þetta víða lönd að þá eru settar svona takmarkanir á það hvað ríkissjóður má skulda, hversu hallarekstur má vera mikill hvað langan tíma, en þannig er það komið í stjórnarskrá þannig að svona afl hins opinbera til þess að bregðast við einhverjum aðstæðum í efnahagslífinu að það er búið að veikja það þannig að þau bara ganga í gegn, vandinn gengur í gegn og birtist meðal annars í svona félagslegum óstöðuleika. Já, algjörlega og þetta er í raun og veru að ef maður hugsa síðan aftur til kreppunar 2008 þar sem að Þjóðverjar sátu svolítið svona hátt yfir hina og töldu sig hafa gert allt rétt að það var eitthvað svona viðbragð við því sem er að koma í baki á þau núna. Ég held að ef mér minni rétt þá má ríkissjóður vera með 0,35% af svona struktúralískum halla á ári en yfir the business cycle þá verður þetta að vera jafnt og þetta er líka þessi hugmynd sem kemur allt frá því að Margaret Thatcher talaði hagsýnu húsmóðurina að þú sért að reka ríkissjóði eins og eitthvað heimili og það þurfa alltaf að vera á nullinu. Það er bara þegar eru erfiðir tímar þá meikar sens að taka lán og fjárfesta í góðum fjárfestingum. Og svo er þetta fallin hagfræði sem að fáir eru til þess að mæla fyrir í dag.
Já, það má halda því fram sko, en og sérstaklega ef maður er aðhylltur svona post-Keynesian efnahagsstefnu, en þetta samt sko skilaboð sem auðvelt að koma til skila til kjósenda, og þú veist að við þurfum að spara og Þjóðverjar náttúrulega spara sko og spara mjög mikið og söngur í þeirra eyrum. Já, og það líka birtist sko skrítið fyrir Íslendinga sem að búa að eins og eftir innrásina í Úkraínu þá var bara sko kollektív hystería í meðal þjóðarinnar og í fjölmiðlum hvaða áhrif þetta myndi hafa á orkureikningarna. Sem að fyrir Íslendinga sem eru vanir gengislánum og íslenskum húsnæðislánum nú eitthvað bara svona, og endanum var þetta ekki eitthvað rosalega mikið, en það reyndi rosalega mikið á stjórnmálin, þessi náttúrulega innrásinn, og sem við getum talað það seinna. En að því við erum að tala svona stöður stjórnarinnar, og þá það efnahagsástandið, að eina af afleiðingunum af Úkraínu stríðinu var náttúrulega að það klippt á orkuinnflutning frá Rússlandi inn í Evrópu sem skaðaði líklega Þýskaland meira heldur en flest önnur lönd, og að sumu leyti þá hafa Þjóðverjar þurft eiginlega að gangi í gegnum einhverjar breytingar, og þar núna eiginlega engin hagvöxtur. Nei, hann var neikvæður 0,3% á síðasta ári. Þessi sigurvél sem að Þýskaland hefur verið inn í miðri Evrópu allt í einu byrjað að högta. Já, það hefur talað gjarna Þýskaland sem veika mannin í Evrópu núna, og það ekki bara sko hagkerfið, þetta líka sko businessmódelið. Þýska businessmódelið hefur gengið út á díselvélina, bensínvélina í bílum. Það orðið úrelt. Og það sem að býður síðan náttúrulega sko að þýskt efnahagslíf framleiðs sko manufacturing sektor í Þýskalandi óhugnarlega sterkur, og sérstaklega meðal svo kallar svona mittelstand, millistærri fyrirtæki sem að framleiða vélarna sem að búa til vélarnar, og að þeir hafa sérhæft sig í svona tilteknum hlutum. Oft þetta fyrirtæki sem eru í eigu einhverja akkurat út á landi, náðu einhverjum yfirbörðum á einhverjum svona nits á markaði, og það eiginlega grunnurinn af styrkleika þýska hagkerfisins, en þetta að bresta? Já, þau selja mest af þessu til Kína. Og núna náttúrulega sko, spurningin hvort að Þjóðverjar læri leksjuna sem að þeir hefðu átt að læra varðandi Rússunum, að vera háð innflutningi orku, hvort að vera háð útflutningi á sínum vörum til Kína. Þannig að það stórt vandamál í Þýskalandi, þetta hvernig efnahagsmódelið þeirra gírað. Annað að stafræna byltingin fór fram hjá Þjóðverjum. Þeim hefur eiginlega ekki tekist að digitalisera sitt þjóðfélag. Það var frægt í COVID-krísunni þegar fólk þurfti að vera að senda fax fram og tilbaka, og ég náttúrulega sem íbúi í Þýskalandi, ég fæ stundum bréf frá yfirvöldum, pappírsbréf, þar sem stendur herra Hjálmarsson, þú þarft að fara á þessa vefsíðu, og því hann svona langur hlekkur skrifaður út. Ég með pappírsbréf. Þannig að það mjög mikil svona kerfið sjálft virkar ekki vel. Þó að það sé nokkuð hátt pólitískt traust í Þýskalandi, það bara að hægri höndin veit ekki hvað vinstri höndin gera, og kerfið allt mjög svifaseint. Og síðan líka innviðirnir byrjað að láta sjá að það var nú þekkt og við Íslendingar kannski höfum þess að ímynda Þýskalandi að lestina koma alltaf á tíma og allt virki. Maður reiknar nú bara með því að lestina gangi ekki, og maður þurfa að improvisera á leiðinni hvernig maður þarf að komast á. Hvernig gerist þetta? Hvernig verður þessi breyting? Hvað það okkur molnar undan þessu kerfi? Þá ég að tala bara eins og utanum lestir og svona að kerfin gangi snurðulaust. Það fer eftir bara hvaðan þú stendur í pólitíkinni, hvaða ástæður þær séu. Vinstri vængum myndur segja að það væri privatisation, einkavæðing, til dæmis eins og á póstinum, og síðan var stofnað opinbert hlutafélag með minnir lestarnar og það voru teknað mjög vitlausar ákvarðanir þar. Og þetta líka, ég veit það ekki, og það voru frægt þegar að Angela Merkel var boðið að opna einhverja lengstu jarðgöngu heimi í Sviss, og hún sagði, við Þjóðverjar hefðum nú eitt og annað að læra af ykkur, og það var fyrir þó nokkrum árum.
Þannig að þetta sko efnaðsmódel ekki að ganga upp, innviðirnir eru laskaðir, þeir fengu ekki stafrænu byltinguna, innflytjendamál og átökum innflytjendamál hafa verið mein í samfélaginu alveg síðan 2015. Og síðan eins og ég nefndi, sko, þá það fjárlögin, það erfitt að koma sér saman fjárlögin og þá hvernig þessi skuldabremsa heldur aftur af grænum sköttum og grænum fjárfestingum. Veikir getu stjórnvaldur fyrir að bregðast við öllu sem þú varst að lýsa. Já, og síðan er þá átök síðan innan flokkarna og þau haldast ekki innan flokkarna og þau flæða yfir í opinbera rýmið og þetta eins og óhamingjusöm hjón sem eru út á svölum að rífast og ekkert að gerast og þetta náttúrulega kosningarna núna laska stjórnina ansi mikið og þannig að á sama tíma og það eru mjög krefjandi spurningar í þýsku samfélagi sem það að svara. Má ég skjóta einu varðandi svona innviðina af því að það hefur verið bent á það hérna við þetta borð. Að eitt sem að Úkraínustríðið leiðir inn að það öll Evrópuríkin þurfa að auka útgjöld sín til varnar og hermála og Þjóðverjar hafa tekið slíkar ákvarðanir eins og flestir og það afhjúpar að sumu leyti þú getur hort á þetta frá Bandaríkjunum og sagt eins svo að ástæðan fyrir því að sko grunnkerfin í Evrópu að mörgu leyti betri, almenn heilbrigðiskerfi og annað slíkt það vegna þess að Bandaríkjamenn hafa tekið að sér að halda út í vörnum fyrir Evrópu. Núna sá tími liðinn, allir saman það og þá þurfa Evrópuríki hvert að öðru að færa fé sem áður var varið í uppbyggingu velferðarkerfana yfir í bara harðan hernað. Er þetta byrjað að hafa áhrif í Þýskalandi? Já, en það náttúrulega líka sko að þó þú sért að færa pening sko yfir í hernamál þá ertu með mjög stóra þýska vopnaframleiðendur, Rheinmetall og aðra. Þetta skapar líka störf og hagvöxt. Og það var nú frægt þegar Olaf Scholz kom fram eftir Úkraínustríðið og talaði Zeitenwende og það ætti að setja 100 milljarða evru til hermála. Og það má kannski segja að það var líka komið tími til út þegar þýski herinn í raun og veru algjört djók að hann ekki tilbúið til þess að vera það ekki og hann var ætlað að vera það ansi lengi en bara tímanir eru orðnir svolítið öðruvísi og það hefur náttúrulega líka sko sem að Þjóðverjar voru lengi og það var nú frægt þegar stríðið braust út og þau sendu 5.000 hjálma til Kív en þau hafa nú verið tekið ansi langan tíma til þess að leyfa hvert vopnakerfið á fætur öðru en núna eru Þjóðverjar orðnir næst það land á eftir Bandaríkjunum sem að styður stjórnvöld í Kív hvað mest fjárhagslega og hvað var það og hernaðarlega. Og það hefur ekki verið álag innan ríkisstjórnarinnar út af þessu því að græningjarnir eru til dæmis öfugt það sem að myndi halda sko fjarska. Það væru sko friðarhreyfing en þeir eru mjög herska. Já, græningjarnir eru búin að vera að draga á vagnin hvað þetta varðar. Scholz búin að vera á bremsunni. Frjálsir demokratar sem eru með frjálshyggju hægri stefnu og frjálslynda stefnu gagnvart einstaklingnum. Þeir eru svolítið að standa á bremsinu núna sko að þau vilja að varnarmálaráðuneyti skeri niður 6 milljarða miðað við þau plön sem að liggja fyrir. En þetta hefur líka sko verið það issue sem að sko AfD hefur og sem er hægri öfgaflokkurinn í Þýskalandi sem að hann hefur getað notað til þess að afla sér fylgis og þá sérstaklega í Austur Þýskalandi með því að segja bara að stjórnvöld í Berlín eru bara að hugsa eitthvað Úkrænufólk og eitthvað stríð sem að ykkur kemur ekki neitt við og meðan reikningarnir ykkar eru að hækka og heilbrigðiskerfið ekki nógu gott og allt unga fólkið er flutt eitthvað í vestrið og þess að Úkrænustríði sem Já, og hafa sko gagngert nota það sem sko gambit til þess að afla sér fylgis og þetta hefur reynst stjórnvöldum í Berlín mjög erfitt að einhvern veginn að díla við þetta og það sem kannski hinn stóru skilaboðin úr þessari sko kosningum að þær strategíur sem hinn hefðbundnu flokkar hafa verið að nota á móti öfgahægri flokkum, það bara hafi ekki verið að ganga. Og þetta eru þá strategíur kannski eins og þú sérði eins og græningjar gerðu í Þýskalandi og gerðu líka í öðrum löndum að þeirra boðskapur fyrir þessa kosninga var, þú veist, gegn öfgahægrinu. Þú veist, bara demokrati í hættu.
þetta var ekkert að fara í gegn. Og þegar maður hugsaði til kosningarna í Bandaríkjunum núna þar sem þetta virðist vera líka strategía hjá demókratum. Það fer ekki að benda á þetta. Þú getur kannski mobiliserað hluta af þínu eigin fylgi en þú ert ekki að taka neina frá hinum. Og þó að AFD fekk 16% núna í kosningunum og það má líka segja það að í byrjun árs voru það með 22% í könnunum og síðan kom allir þessi skandalar. Og fólk mobiliserast og fer út á götu þannig að þú kannski AFD það minna heldur en þeir Skandalarnir eru skandalar sem tengjast fram á fólki í Já, að þau voru að ræða saman hvernig ætti að vísa útlendingum út úr landi að forystukandidat þeirra gagnvart Evrópuþingskosningunum núna var kvóteraður í ítölsku fjölmiðlum sem var að bera blak af glæpum SS-liða plús það ásakaður að hafa mögulega tekið rússneska mútur og að aðstofamar annars var kínverskur njósnari. En síðan er þetta líka strategíur eins og til dæmis það að elta öfgahægrið hvað varðar útlendingaandúðina. Að það er eitthvað sem er ekkert sérstaklega að virka. Hverjir eru það sem að gera það af þessu flokkum? Sósíaldemókratarnir voru svolítið að daðra við þetta hægri, gamla hægrið gerir það náttúrulega gagngert kristilegi demókratar út af því að þar hefur við verið kannski að blæða hvað mest og síðan þeir náðu ágætis kosningu þeir náðu allt í lagi kosningu núna, þeir héldu sínu og síðan er það líka öfgavinstri og þar gamli hvað kannur öfgavinstri eða linke eða Die Linke sem er gamli Social Einheit Demokratiepartei Austur-Þýskalands SED Þýski kommunistaflokkurinn Austur-Þýski kommunistaflokkurinn og að hann er núna bara í raun og veru hálfdauður búin að vera að í Þýskalandi þarftu 5% til að komast inn á þingið alveg eins og Íslandi og hann hefur verið við þá línu og er núna í 3% en fyrirverandi forystukona í Die Linke Sarah Wagenknecht sem er einstaklega effektífur og karismatískur pólitíkus gift Oscar Lafontaine fyrirverandi formanni sósíaldemókrata miklum hugsuðu í leiðina þriðju leiðinni akkurat og hún hefur myndað stjórnmálaflokk í kringum sjálfa sig og sá flokkur aðhyllist harða vinstri efnahagsstefnu en líka mjög íhaldssöm gildi samfélagsgildi andúð gagnvart hinsegin og kynsegin fólki andúð gagnvart grænum lausnum, hefðbundna fjölskylduform og allt þetta. Og henni gekk mjög vel og þú veist, og síðan sér maður einmitt að þetta, hvernig þessi kosningaúrslit birtast í Þýskalandi að Austur-Þýskalandi að AFD er orðinn stærsti flokkurinn eiginlega í öllum kjördeildum í Austur-Þýskalandi. Og eins og í Sachsen þar sem að Íslendingar hafa nú verið stærsta borgin þar í Magdeburg sem Íslendingar þekkja nú gegnum handboltamennina að þar ertu með AFD í 32% cirka bát að mig minnir og síðan ertu með Sarah Wagenknecht hennar flokkur er að fá 15% þannig að öfgahægrið og öfgavinstrið er með 45% af fylginu. Þessi tegunda vinstri er ekki víða til. Þú finnur þessa tegunda vinstrinu varla í Frakklandi? Ekki Frakklandi. Þú finnur þetta ekki á Norðurlöndunum? Finnur þetta í Grikklandi. Það var Grikklandi og það er hvort þessi eitt annað flokk en grískir kommunistar hafa verið mjög svona social conservatives maður getur sagt Þegar stundum á maður erfiðleikum með að tengja þegar fólk er að segja öfgarinn til hægri og vinstri af því að það þessi tegunda vinstrinu er ekki víða til Nei, en þetta er líka til í austrinu í Þýskalandi og það er náttúrulega líka þegar maður talar Austur Þýskalandi þá er líka náttúrulega verið að hafa það í huga að fólk sem að býr þarna í austrinu það hefur búið við lýðræðislegt fyrirkomulag frá falli múrsins og nokkur ári í Weimarlýðveldinu annars hefur bara alltaf verið þau eru ekki vön þessu og náttúrulega á sama tíma frá falli múrsins þá er þetta náttúrulega fólk búið að horfa upp á hvernig þeirra gamlu samfélög hafa molna niður sem að verður síðan aftur ríkur vettvangur og jarðvegur fyrir nostalgíu og íhaldsaman boðskap og nostalgía er íhaldsemi
Já, því að kannski að skiljanlegum ástæðum að því að við getum horft á lönd austur Evrópu, þar sem að svona flokkar ná fótfestu, meðal annars vegna þess að þetta eru samfélög sem hafa verið svona rænd af einhverjum ólígörkum og öðru slíku og það sumuniti mætti segja að það eru líka það sem að gerðist í austur Þýskalandi sem að voru eignir almennings á þessum tíma sem voru bæði atvinnutæki og alls konar samfélagslega fyrirbrigði voru meira og minna yfirtekin af vestrænum fyrirtækjum mjög hratt. Já, mjög hratt. Þannig að sumuleitt þetta svæði þar sem almenningur upplifir að hann hafi alveg verið rændur og svikinn og svo átt á hann bara að vera þakkláttur fyrir að vera í gallabuxum og tilheyra vestrænu lýðræði. Já. Það rann svolítið á tvær grímur á fólk og náttúrulega sérstaklega líka bara að unga fólki bara fór allt. Já. Og skildi eftir þessar sveitir svona ansi slæmu ásökumulagi og þó að fólk kannski Það geta að gera þarna nefn að spila handbolta Ekki nefn að spila handbolta, já, akkurat sko þannig að en þetta ég meina, samt sem áður ef ég væri eins og nú á ég unnustu af sem er á tyrkneskum uppruna og ég myndi ekki fara með henni í frí á þessu svæði. Við búum í Berlín sem er frjálslyndasta borg og frjálslyndasta staður í heiminum held ég sem þú getur búið á. AfD með einhver svona 11%, stærsti flokkurinn eru græningar í 20%, en síðan bara þau kemur í Brandenburg sem umlykur Berlín eins og björgunarhring, að þar ertu sko með AfD stærstan í öllum umdæmum sko, kjörumdæmum og ég held að þau séu með ég var búin að skrifa einhvers staðar hjá mér sko, að þau eru með sko 27,5% stuðning í Brandenburg og þetta er svo skrítið að þú veist þetta eins og ég var að hugsa það ég var fyrir á árinu og þegar ekki núna eldgosi núna heldur þar síðast að kom og það var bara þetta eldgos og ég að taka bara strætó og þetta er bara orðið eitthvað sem er venjulegt, eitthvað sem er algjörlega óvenjulegt og það sama má hvað segja, ég bý í borg, mjög frjálslyndi borg en alls það í kringum mig eru sko hátt í 30% af fólki sem liggur við neonasistar og mér finnst það næstu orðið eðlilegt. En ertu að segja þetta til áherslu eða ertu að meina það að þú myndir ekki vilja ferðast með konunni þinni? Nei, margir staðir í Austur-Þýskalandi sem ég myndi... Þetta er eins og yfirlýsing sem að væri að Ég myndi fara það sjálfur með ljóst hár. Þú náttúrulega lítur út í svari. En þetta er bara yfirlýsing sem að maður geti heyrt einhvern í New York segja sem að væri giftur svartri konu að hann myndi ekki fara með henni til Suðurríkjana. Ég meina það er áreiti. Það er bara áreiti og það er... Þetta er ástandi sem er inn í Þýskalandi. Já, og þú bara, ég meina, hoppaði upp í leigubíl í Berlín og spurðu tyrkneska leigubílstjóra hvort það myndi pikka upp far í Brandenburg. Ég held að þú myndi örugglega bara fá nei. Já. Þannig að þetta er svona, þú veist, að innanmeinin í Þýskalandi eru orðin ansi mörg og þú veist... Það er átök eiginlega bara á götunum. Eða þú veist svona, þú verður fyrir áreiti. Þú verður fyrir áreiti, já, þú verður fyrir áreiti og það er náttúrulega líka sem annað í Berlín að sko hinsegin og kynsegis samfélagið er virkilega sterkt í Berlín og það er eitt skemmtilegsta staðurinn til að vera gay í heiminum í Berlín og mínir vinir í því samfélagi, þeir tala líka það að áreitið út á götu og ofbeldi út á götu hefur aukist á síðustu árum. Og svona var Berlín líka og Þýskaland á 3. áratugnum. Já. Þá var Berlín eins og eyja. Já, sko, og þetta er svona, þú veist, oft hugsa maður, þú veist, hvers konar búbla er þetta og þetta en það er, og líka bara svona miða við því ég flytt til Þýskalands fyrir 10 árum, þá var eins og Þýskaland væri að gera allt rétt og núna er einhvern veginn narratífan orðin slík að Þýskaland er orðin svolítið veikimaðurinn í Evrópu og með stjórnvöld núna sem eru hvorki lifandi, né dauð og geta einhvern veginn ekki tekið á öllum þessum spurningum sem að þarf að taka á. Og það er ekki bara fyrir Þýskaland, það getur líka síðan haft áhrif á sko út af því að Þýskaland og Frakkland saman er prímus mótorinn í að keyra sko Evrópu. Við getum gleymt Evrópusambandinu ef að sko Þýskaland fellur á hnén sko og það er svolítið synd út af því að það er ákveðið sko líka sko tækifæri núna út af því að það er ekki bara þessi franco-german eða fransk-þýski mótor sem keyrir áfram heldur, það er líka í raun og veru sko Pólland
að Pólland hefur sko verið undir sko áhrifum, hvað heitir það, hérna, Law and Justice, lög og réttur hérna, flokksins, populistana. Og núna Donald Tusk og svona kannar progressífa miðja komið stjórnvöld og hann náði sæmilegri kosningu, ekki? Jú, og það hann einn af þessum stjórnvöldu sem ekki fá kosningarnar á móti sér. Nei, en það líka sko stjórnvöld líka sem áhugavert, þetta stjórnvöld sem að sko að kjósendur hafa haft reynslu af öfgahægrinu í stjórn. Þú veist, hvort sem í Svíþjóð, Finnlandi, Póllandi, hvort það var í Slóvakíu líka að það svona... En ekki á Ítalíu. En ekki á Ítalíu, ekki ennþá sko. En það sem út af því að það þetta tækifæri bæði sko að hvað var Frakkland og Þýskaland og samskiptin milli Þýskalands og Póllands voru orðin virkilega slæm og sérstaklega til þess að díla við Úkraínu að þá verður Þýskaland og Pólland að vinna saman til þess að geta tekið Úkraínu inn í evrópska faðminn. Og það auðvelt að teikna upp slæmar sviðsmyndir lok árs fyrir Evrópu. Ég meina það bæði efnahagsvöxturinn haltrandi og eftir Bandaríkjunum og liggur við að Þýskaland fari í tæknilega kreppu. Það innflytjendamálin eru ansi erfið, það Rússland hefur yfirhöndina og frumkvæðið í stríðinu í Úkraínu. Og mögulega ef Trump verður forseti að þá komið stórt spurningamerki varðandi Parísarsáttmálann sem þýðir að Evrópa þarf að gera sig í brók, komið spurningamerki yfir NATO og bara öryggi Evrópu. Þannig að á þannig tímapunkti þá þarftu forystu frá Berlín og í síðustu stóru kreppu 2008 að þá var að vera hikandi var strategist val hjá stjórnvöldum í Þýskalandi. En núna að vera hikandi, að þau vera hikandi núna í lok árs og ástandið mjög dögt, þá er bara spurningin hvort að þau geti hvort það sé nægilega pólitísk forysta. Ok, eitt í þessu geti verið að ríkisstjórnin óheppilega samsett, það þurfa að taka tilliti til ólíkra sjónarmið og þau komist ekki saman og þessi lægsti samnefnarinn sem ræður öllu og þetta ekki við Íslendingar. Annað væri það að segja sem svo að staðan einfaldlega núna á okkar tímum að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki lengur sko hugmyndarlegt þrek til endurskoðunar. Að þær eru bara ekki lengur þær stofnanir að geta komið með einhverja nýjar lausnir. Nei, ég meina það sko... Og þá ertu í svona ástandi sem að stjórnmálaumræðan eiginlega bara eitthvað svona gjamm en nær raunverulega ekki sko einhverju almennlegri umræðum það sem við ættum að vera ræðum. Nei, ég meina við erum búin að það var alveg vitað eftir alþjóðlegu fjármálakrísuna að það myndi koma lýðræðisleg kreppa. Og það myndi reyna á. Og við erum búin að vera í lýðræðisleg kreppu síðustu ár. Og máli það að við hérna á Vesturlöndum búum við fulltrúa lýðræði og þar sem við búum í fulltrúa lýðræði þá erum við með stjórnmálaflokkar. Það eru stjórnmálaflokkar sem eru miðlunar mekanismi, ontológísi mekanismi á milli fólksins og valdsins. Þannig að krísa lýðræðis í Vesturlöndum alltaf og hefur alltaf verið krísa stjórnmálaflokkar. Þeir eiga að hafa burði til endurmats. Stundum velti ég fyrir mér á Íslandi hvort þeir hafið að þessi flokkar hér. Já, en þetta líka bara þróun. Þetta ekki eitthvað, sko, þú veist, ég kannski svo skrítinn og út af að ég líka stjórnmálafræðingur og við stjórnmálafræðingar tölum frekar vel sstjórnmálaflokka. Á sínum tíma þá var ég að segja, sko, við þurfum bara að tala svolítið vel fjórflokkin. Við þurfum bara svolítið svona að huga að flokkunum og huga að flokksstarfsemi. Út af það sem hefur líka gerst að það hefur verið þessi aftenging á milli félagsmanna og þeirra sem að stjórna flokknum. Þú sér þetta kannski hvað skarpast í þriðju leiðinni og Tony Blair, þar sem að þau í raun og veru presentera sig, sko, við erum sko betri sko managerar heldur en hitliðið. Við erum betri í því að framfylgja stefnu hinna. Síðan sérstaklega líka í því að þú getur verið að segja alls konar hluti sem stjórnmálaflokkur til heimabrúks, en í raun og veru eru ákvarðan teknar, þú veist, á alþjóðlegum vettvangum og út af því að þú ert búin að skuldbinda þig út af því að gagnvart Evrópu eða gagnvart öðru út af því að það svo leið sem talin best til þess að halda í fullveldi. Þannig að tal þitt falskt og óheilagt. Já, og síðan ertu með þýði fólk kjósendur sem að splittast upp í alls konar ólíka hópa og síðan þar að auki að sem hefur kemur með populísku bylgjunni að það er þessi krafa alltaf að þú veist
að allir stjórnmálamenn séu spiltir út með og alla, þú veist, fá og nýja inn eins og það sé einhver lausn. Og þú sér það á Íslandi að sko fyrir 2008 að þá voru það bil 25-30% af þingmönnum sem skiptist út hverja kosningar. Og kosningar voru 3-4 ára fresti eða hvernig sem það var. Og eftir kosningar þá voru búin að hafa ansi tíðar kosningar og ég held að það sé eina kosningar sem að það hefur verið undir 50% endurnýjun, þá var það 49% og það voru tökum helminginn af stjórnmálamönnunum út og þú hugsaði bara hvað gerir við einhverja stofnun að þú eyðileggur menningunum í stofnun og þú sér það eins og En samt Ragnar, ef við myndum labba henn út og myndum spyrja fólk og fara að tala um pólitík að þá myndi fólk segja við okkur að það þarf bara meiri endurnýjun og það er nýtt fólk og samt það ríkjandi hugmyndin út og gutt Þú þarft að leyfa stjórnmálamönnum að þróa sitt fag að verða almennlega stjórnmálamenn. Annars er bara eitthvað bara prúðuleikararnir. Já, en þá þurfa líka flokkarnir að vera með einhverja tengsl við grasrættu sinnar. Við erum með það vandamál hérna held ég að flestir flokkarnir eru raunverulega bara fórust á flokkana í leitað atvinnu. Það finnst sem að þau verður bara lost in space og sömuleyti líka kerfið þannig núna er að flokkarnir fá styrki frá ríkinu, eru óháðari grasrótarstarfinu, bæði það að þú komir og hellir upp á og raðir stólum, þannig að ég bara get keypt á þjónustu og líka að þú greiðir félagsgjöldin, þannig að það er orðið minni tengst eða fórustan er síður háð grasrótinni og getur umverulega rekið flokki sinni eins og það vill. Þannig að ég held að við búum, ég veit ekki hvernig þetta er í Þýskalandi, en við búum við þetta vandamál ofan á. Já, en það sem er samt sem að gott hérna á Íslandi, að þegar maður skoðar fjölmiðla kannski ekki alveg að verst í Þýskalandi, en hún verða í Bretlandi og kannski öðrum ríkjum, að fólk finnst bara allir stjórnmálamenn vera ömurlegir og jafnvel að þetta sé einhvers önnur tegund af fólki. Það sem að við búum að hérna á Íslandi er afskaplega hátt pólitískt traust. Við búum við miklu hærra pólitískt traust heldur en gengur og gerist annars staðar. En ég sé það ekki sem að ber saman til dæmis Gallup-kannanir traust til þjóðþingana að þá eru við mun lakari heldur en til dæmis Norðurlöndin. Við búum við mikið traust sem er traustu inn í samfélaginu en ekki á stofnanir samfélaginu. Já, þú sér það til dæmis eins og núna í jarðhræringunum á Reykjaneska. Fólk hlýddi tilmælum yfirvalda fólk treysti því að það yrði tekið svindluð og gistin í Grindavík já, en það var einhver minni hluti fólk treysti því að það yrði tekið utanum þau og það yrði keypt að þeim húsin sem og var gert. Þau eru rosa reiði yfir því að stjórnvöld séu ekki að standa við loforð sín. Það var mjög áhugaverður íbúafundir þar sem þetta kemur einmitt fram. Já, en það kemur fram og það er brugðist við. Það er líka hluta. En er það ekki að gera því í Þýskalandi? Einu sinni var þannig að maður gæti ekki labbað á móti rauðu ljósi í Þýskalandi að þess að maður var stoppaður. Nei, það er með þannig. Ef við myndum sjá Þjóðverja að beila út eitthvað samfélag í Þýskalandi fyrir fullta ríkisvið, samfélagið myndi fara á hliðina. Hérna á Íslandi, pólitíska trausti byrti því að fólk fylgir fyrirmælum, fólk treysti því að þessi tekið utanum þau, að frumvörp fari gegnum þingið á með tíma yfir helgi og engin flokkur sér pólitíska hagsmuni í því að þvælast fyrir. Að við þurfum að passa svolítið upp á þetta traust hérna á Íslandi. Samheldni í samfélaginu. Já, og það er líka bara, þú þekkir það sjálfur bara í þínum persónulegu málum, að þegar traust er í herbygginu, þá er allt hægt. Ef það er ekki traust þá er ekkert hægt. Þá er ekkert hægt. Það er líka ef að vonin fer að það var ekkert hægt. Já, en það er líka það, þetta, áráðunum sem kemur frá Moskvu og austan, að í raun og veru, að dystopían er svo að fólk treystir engu, að þetta sé allt En heldur það sé innflutt, þetta sé hugar hernaður Pútins sem að valda þessu? Nei, ég held að ég veit ekki hvort það sé einhver sérstök strategía hvort Íslandi, ef svo er þá heldur ég sé... Nei, í Þýskalandi? Í Þýskalandi, algjörlega ítök Rússa í umræðinni eru alveg sjáanleg, og það kemur ekkert óvart, en það er mitt þetta, að það þarf að, það sem að mér er meinilla við, að það er alltaf að vera krítiskur á stjórnvöld og stjórnmálamenn, en það er ekki allt ómögulegt, það er ef allt er ómögulegt þá getum við bara gefist upp og það er perfekt umhverfi fyrir einhverja einræðisherra.
Macron, Já. og hann brást við og hafði líklega verið búin að ákveða þetta. Að búið til kosninga með alveg fáránlega skömmum fyrirvara, 3 vikum. Veit ekki alveg hvernig það stenst svona lýðræðispróf að flokkar fái 3 vikur til þess að undirbúa kosningar og erindi sitt og að samfélagi nái einhverju samkomulagi hvað verið að kjósa og komast einhverju niðurstöðu, en þannig þetta í Frakklandi. Það ekkert svona í boði í Þýskalandi. Nei, þetta var mjög djarft hjá Macron og hann örugglega vill vera svolítið eins og Pedro Sánchez sem tókst nú að gera þetta einu sinni við ekki tvisvar. Í Þýskalandi það erfiðara að í fyrsta lagi náttúrulega Macron ekki að leggja sjálfan sig að viði, en í Þýskalandi þá var náttúrulega stjórnin að leggja sig að viði og líka það að til þess að það myndi gerast að þá þyrfti Scholz að leggja fram tillögu í þinginu þar sem myndi biðja traust og að það ekki vantraust til að heldur í raun og veru traust til að ef hann fengi ekki meirihluta fyrir því að þá fyrir boltinn til forsetans sem að getur ákveða að búið til kosninga en getur líka fara að gera einhver aðra hluti. Kannan hvort það sé meirihluti fyrir annar ríkisstjórn. Meirihluti fyrir annar ríkisstjórn. Og það í raun og veru líka að það ekki að stjórnarandstöðu flokkarnir að það svolítið svona kannski eins og maður finnur að dýnamíkin hér að ef þú myndir fara í kosninga núna það myndi gjalda algjört afhróð og það verður þá betra að reyna að spila eiga þá 1 ár áfram að það kosningar í Þýskalandi eiga að vera núna Íhaldsflokkurinn í Bretlandi að ganga til slátturinnar. Hann að gera það, vísvitandi og viljandi og þannig að kosningarnar í Þýskalandi verða að öll en síðan náttúrulega líka það sem að gerist að þetta svolítið stjórnvöld stjórnir í Þýskalandi hafa yfirleitt alltaf haldið út öll 4 árin. Það sem öðruvísi núna að það 3 flokka stjórn og það ágreiningur þar á milli og það líka í Þýskalandi þá alltaf kosningar eiginlega svona cirka bát mánaða fresti í hinnum ólíku fylkjum út af því að Þýskalandi fylkjaríki eins og Bandaríkin og núna í haust að þá verða kosningar í Brandenburg, Túring og Saxony. Og það allt fylki sem í austrinu, þar sem AfD mjög sterkt og þannig að það gæti eitthvað mögulega gerst. Þetta flokkur sem eiginlega hvergi við völd nema í einhverjum svona einhverjum bæjum, einhverjum bær eða ekki? Jú, og það þess vegna að þú vilt vera mótmæla stjórnvöldum, þú ert óánægður með stjórnvöld eins og þýski kjósendur að þá liggur beinast fyrir að kjósa AfD út af því að allir hinir flokkanir einhvers staðar í samkvöldleik. Og þá nefndum við í stöðu sem að má kannski sjá víða í Evrópu að það kannski valið liggur hjá einum klassísku hægri flokkum, svona kristilegum demókrötum. Það sem að þeir hafa val til þess að komast að völdum annars verið að búa til svona fjólubláa stjórn með sósíaldemókrötum eins og kristilegir demókrötar gerðu hérna fyrir stuttu síðan í Þýskalandi eða að fara og búa til hægri ríkisstjórn með hægri öfgaflokkunum. Þetta gæti gerst í einhverjum af fylkjónum í haust. Já, það eða það þannig að kristilegir demókratar munu aldrei fara í stjórn með að á tímum Merkel þá var settur upp svokallaður eldveggur að það yrði bara ekki Þeir hafa verið að falla út alla Evrópu Já, eldveggirinn hafa verið að falla og Friedrich Merz sem núna fyrir kristilegum demókratum hann hafði verið einmitt upp að svolítið agitator í því að svona segja við erum kannski tilbúin að vinna með þeim á fylkjalevelinu eða á bæjarlevelinu eitthvað þess áttar. En síðan eftir að þessir skandalar komu upp að þá allt í einu rauk veggurinn upp og líka gagvart Söru Wagenknecht til vinstri að þau geta ekki unni með því. Þannig að þá ertu í raun og veru komin með kannski búistæði til linka dett út á þingi að þá ertu bara með kristilega demókrata, sósíaldemókratana, græningja og frjálslynda til að mynda stjórn og meiri segja getur verið þannig að kristilegi demókratar og sósíaldemókratar að þeir ná ekki eins og meirihluta, tveir saman Þetta var talað um Große Koalition á tímum Merkel sem voru með 70% og þeir eru ekki að ná 50% núna. Fjórflokkurinn að skrepa saman. En þetta ástand eins og núna til að tala á Evrópuþinginu að þá eru þeir sem að fylgja svona gömlu stefnun í Evrópu að þeir eru ennþá með meirihluta, sósíaldemókratar, frjálslyndar og svona klassíska hægrið. En
það náttúrulega gengur ekki kannski til lengdar í sko pólitísku það sem við erum að kjósa þing og stjórn yfir okkur að það haldi völdum einhver svona miðja sem að hangi saman að halda einhverju óbreytti stefnu en í sikkurum megin kannski aðalega hægra megin eins og þróunin hefur verið skapast einhver svona krafa einhverjar róttækar breytingar í samfélaginu vegna óánægju íbúanna með hvert samfélagið að þróast en í miðjunni bara heldur lesti bara áfram eiginlega án þess að ná að adressa erfiðleikana sem að verða að svara þannig að þetta heldur ekki sko Nei, ég meina við sjáum þetta líka sko bara hvernig þetta var á Norðurlöndunum þegar að þessum þessi hægri öfgaflokkar kannski spretta hvað sterkast upp og hvað fyrst að þá var þeim alltaf haldið fyrir utan stjórn og þeir voru ekki stjórnhæfir og þú veist og hvað gerist meðan þú ert bara meðan þú færð ekki að vera með þá bara verður sveppagróður sko og hann stækkar en þetta ég tek alveg undir það sem þú segir Svo gerðist það eins og þessi í Danmörku að þegar Anders Fogh Rasmussen tóka danska þjóðarflokkin inn þá kortur í seinna eru eiginlega allir flokkarnir komnir með stefnu danska þjóðarflokks Akkurat það líka þannig En það sem áður að kannski að eins og ég var að tala að þessi strategíur gagnvart öfgahærinu að þær hafi ekki verið að ganga upp og það hefur ekki verið að ganga sérstaklega vel fyrir kristilega demókrata að taka upp þessa innflytjenda andúð og andúð á útlendingum og þú sér það skýrlega til dæmis þessu kosningunum í Hollandi núna þar sem að flokkur Mark Rutte ætla að yfirbjóða Geert Wilders og af hverju að kjósa fake rasistan þegar þú getur kosið alvöru rasistan Við sjáum þetta á Íslandi þegar að Bjarni Benediktsson að reyna að draga sjálfstæðisflokkinn inn á þessa braut eina sem að gerist það að miðflokkurinn orðið þriðji stærsti flokkurinn þú normaliserar ákveðna umræðu og þú munar núna bara 3-4% á sjálfstæðisflokknum og miðflokknum á meðan það munar 12% á sjálfstæðisflokknum og samfylkingunni En það er alltaf svona delay faktor á Íslandi en ef maður verið að veita valhull ráðgjöf þá er þetta ekki strategía sem hefur reynst kristilegum demókratum hefðbundnum konservatív flokkum sérstaklega vel. Þetta hefur heldur ekki reynst sósíaldemókratum vel eins og hún Fredriksen í Danmörku að sem að í raun og þú tekur einhverja inn en þú demótiverar svo mikið af þínu core fylgi, af þínum base fylgi að þú veist, fólk sem af hverju að ég fara að kjósa sósíaldemókrata flokkin sem ég alltaf kosið út þegar núna er á móti, þú veist, útlendingum. Sem sjást núna til þessi Evrópukosningunum þar sem að sósíalíski þjóðarflokkurinn fekk mest fylgi í Danmörku. Það sést líka að það einhverju góðsönnur í Íslandi að Mette hafi náð einhverjum kosningasigrum. Hún náði einu sinni að hreyfa fylgið 1,7% en síðan hefur hún bara meira og minna verið í vörn og hún með afleita stöðu í öllum skoðanakönnunum núna komið með þennan stóra sögufræða flokk í tóm vandræði og hún neðar í fylginu hann hefur nokkuð tíma verið í sögunni. En þetta er strategi sem er ekki að virka og það er þá hvernig þá nærðu þá til fólks og fólk er að mótmæla og þú veist og fólk er og það er ekki ástæðulaust. Nei, það er ekki ástæðulaust. Fólk er ekki vitlaust en það er reyndar að rannsóknir í stjórnmálafræði sína að ef þú spyrð kjósendur ákveðin málaflokk til dæmis segjum bara heilbrigðismál, efnahagsmál, vinnumarkaðin þess áttar og þú berð saman hvernig staðan á vinnumarkaðinum með heilbrigðismálum og efnahagsmálum raunverulega hvernig kjósendur meta það sé þá er nokkuð gott samræmi þar á milli. Hins vegar að þú ferð yfir í innflytjendamál og spyrð fólk hvernig staða innflytjendamála er og hvernig það er í raunveruleika að það er allt í kross og allt leyfilegt og það er náttúrulega á þeim slóðum sem ákveðnir aðilar hafa verið að fiska en ég held að strategían hljóta alltaf að vera það að gera ríkisvaldið að færa það nær fólki og að það sé að fólk finni að það sé að virka fyrir það. En líka ríkisvaldið sé stjórnmálaarmur okkar, ég held að sé almenn mjög útbreidd skoðun á Íslandi að það sé kannski ekki þannig. Við erum að sjá þingið dæli í gegnum
lög sem að raunverulega fyrst og fremst mæta sko hagsmunum fyrirtækja í lagseldi, við getum ekki leyst húsnæðiskreppuna því að það þarf einhvern veginn að venda stöðu leigusala og verktaka. En þetta svona mixed bag. Ég það ekki kvótakerfið. En síðan aftur á móti sko, getur þú fyllt út skattframtalið þitt á einu kvöldu, þú ert venjulegur launamaður. Og þú veist, og það alls konar svona þjónusta hjá, þú veist, ég get fengið vegabréfið mitt hérna á einum degi, þú veist, það alveg frábært. En ég meina, ég held líka bara með Ísland. Það virkar ekki þannig í Þýskalandi? Nei, það virkar ekki þannig í Þýskalandi. Og ég ger mig far það því ég þarf að tala við sko, fólk í þjónustustörfum hérna á Íslandi að segja hversu ánægður ég með þessa snörpu og góðu þjónustu sem ég fæ hérna út. Þetta væri ekki búið í Þýskalandi. Herðu, ég ætla aðeins að því að við vorum að tala Úkraínustríðið og kannski erum við líka að ræða svona hvernig stjórnmálakerfin mæta nýjum raunveruleika. Fyrir innrásina hérna fyrir rúmum 2 árum að þá var það líklega ríkjandi trú í Þýskalandi að leiðin til þess að skapa frið væri að stunda viðskipti og vinsamleg samskipti við sem flesta. Og það væri hérna leiðin til þess að hafa frið í Evrópu væri að hafa viðskipti og samskipti við Rússa. Síðan allt í einu, bara einni nóttu, hverfur þessu hugmynd. Allt í einu þetta hérna, mesta heimska sem að nokkur hefur sagt. Og þú nefndir áðan að það var efasemdir í Þýskalandi hvort að sko efnaðskerfi gæti sko hérna byggst á því að selja svona íhluti og það sem að Þjóðverjarnir eru góðir í það að búa til Kína. Og þetta er náttúrulega algjör viðsnúningur í bara hugmyndum öryggi í samfélagunum, hugmyndur alþjóðaviðskipti. Þetta er algjör umsnúningur í hugmyndunum. Gerðist þetta bara allt í einu á einni nóttu eða er rík umræða í Þýskalandi hvað í þessu felst? Það mikil umræða í Þýskalandi, þú veist, hvað felst í þessu? Þú veist, allir sem vilja sjá vita hver stór vandamálin eru og þetta voru ekki alveg bara Þjóðverjar, þetta náttúrulega bara sko, end of history sagan og sem við getum farið með alveg aftur til bara Kant, sko, the perpetual peace og ég meina þú veist grundvöllurinn á Evrópusambandinu líka og friðurinn og allt það. En kapitalismin einn og sér greinilega ekki nægilegur. Þetta þarf að vera á milli ríkja þar sem að stjórnarfarið einhverju leyti svipað. En sko það sem að kannski háir sko Þjóðverjum það rosalega erfitt fyrir Þjóðverja að snúa við skipinu. Þetta svona alveg eins og olíutankur. Það svo erfitt fyrir það að taka ákvarðanir og keyra breytingar í gegn. Og þetta eitthvað sem Íslendingur, sko, þetta algjörlega, sko, ég man að í doktorsnáminu mínu þá sagði ég að það væri einn frasi sem mér leittist alltaf svo Íslandi sem að væri þetta reddast. Og þá sagði kollegi minn þýskur, það sem ég þoli ekki þegar landsliðsþjálfarinn og kanslarinn segja við haben unser Hausaufgabe gemacht, við erum búin að vinna heimavinnunum okkar. Og Þjóðverjar eru alltaf bara einhvern veginn fastir í að vinna heimavinnunum og taka ekki ákvarðanir. Þannig og það líka með Þjóðverja, kannski hugsaðu það, svakalegt áfall sem þau lenda í eftir seinni heimsstyrjöldina. Og flóttamannastraumurinn sem þar og allar borginnar í rúst og þetta kynslóða tráma sem þarna. Og að síðan þá hefur vöxturinn bara verið nokkuð góður og sko ákveðinleiti hafa Þjóðverjar sko einhver sem búin að ganga í gegnum efnahagskrísu hérna í Íslandi að Þjóðverjar kannski búin að hafa allt of gott, allt of lengi. Sársaukaþröskuldurinn svo lítið hjá þeim og síðan svona barið inn í þau sko að alltaf að fylgja reglunum og þú veist að svona dýnamík til sköpunar til þess að hugsa eitthvað öðruvísi til þess að breyta upp einhverju nýju, brjóta blað það svolítið svona sem að þvælast fyrir Þjóðverjum núna og síðan náttúrulega bara viðskiptalífið náttúrulega bara með rosalega sterk ítök í stjórnmálunum. Það hefur líka verið sterkt samráð milli verkalýðshreyfingarinnar, viðskiptalífsins og stjórnmáluna og einhvern veginn sá kompakt sem að hefur haldið og hann hélt í gegnum mjög umdelda breytingar sem Schröder gerði á sínum tíma
á vinnulöggjöfinni. Á vinnulöggjöfinni sko, en það hefur samt einhvern veginn haldið að það byrjað að gefa eftir og það erfitt að sjá sko því stjórnvöld taka einhverja drastískar ákvarðanir sem að muna hafa slæm áhrif á framleiðslu Volkswagen í Kína sem langstærsti markaður Volkswagen og BMW og Mercedes sko. Þannig að... En nú veit maður það að það eru í Bandaríkjunum skilgreina menn öryggis stöðu sína þannig að þau verði að halda Kína niðri. Óska andstæðingur Bandaríkjanna núna orðið Kína og þetta vesen með Rússland eiginlega bara þvælast fyrir. Maður getur ekki alveg séð það fyrir sig að sé endilega þannig að það sé jafnframt hagsmunir Evrópu að gera Kína að andstæðingi sínum. Þó svo að maður skilji alveg sjónarmið sko Bandaríkjanna, þeir vilja bara ekki heimsveldi rísi upp í öðrum hlutum heimsins sem að getur síðan ógnað Bandaríkjunum á sínum heimavelli. Þetta var nú sko svona átti að vera loka signature svona pólísían hennar Merkel var fríverslunarsamningur Evrópusambandsins og Kína sem að sökk nú bara ofan í sjó og það náttúrulega svona ákveðið ambivalens í Þýskalandi sko gagnvart kínversku markaði og það, ég meina þetta jafnvægiskunst en ég meina hvað átt að gera ef það brjótast út átök við Tævan og það eru efnahagsþvinganir á Kína þú veist, líka það vitum alveg hvernig einræðisríki enda. Þú veist að einræðis að umkringja sig með jámönnum og byrja að taka vitlausar ákvarðanir og það sem að var í raun og veru sérstakt við sko kínverska kommúnistaflokki var að hann var búinn að setja upp mjög svona solid kerfi hvernig sko hver ætti að taka við á fætur öðrum og það er búið að eyðileggja það kerfi. Þetta fundamental sko veikleikin í einræðiskerfum og þannig að sko og núna ertu ekki með sama hagvöxtin sem þú varst með í Kína, þú ert búin að sko kynda undir sko svakalegri þjóðernishyggju þar sem hefur komið í staðinn fyrir ídalógíu kommunisman sko til að fylla upp í það og þú ert með atvinnuleysi meðal ungs fólks og ég meina þú veist þá er rosalega fínt að fara í eitthvað stríð sem að sko til að fá fólk á bakvið þig og þú bara og þú veist Xi og fólki í kringum hann eru þar sko getur þú stólað á það sem þetta fólk að segja sko þannig að ég held að sko að Þjóðverjar muni náttúrulega gera það að einhverju leyti að það sem svo kallar er sko onshore eða friendshore að reyna að færa framleiðsluna meira til svona vinveittra ríkja sko. Merkel, hún náttúrulega hennar stefna var að halda góðu sambandi við Rússland og Kína eins og Ólafur Ragnar. Hver þá hennar svona arfleiði núna? Hún heitir að vera bara að brenna upp í Þýskalandi? Hún náttúrulega mjög umdeild sko, hvað það var, hún hætti, þetta leit allt rosalega flott út þegar hún hætti, en síðan einhvern veginn svona tóku örlögin í völdin og sýndu fram á flónsku þessara stefnumála. En það sem að sko samt sem að þrátt fyrir að hún hafi tekið geopolítíska ákvarðanir sem að voru ekki góðar, þá kannski samt sem áður margt sem að liggur eftir hana, þú veist að liggur eftir hana að ég mun umdeildar ákvarðanir. Ég meina hún tryggði börnum undir 2 ára og eldri leikskólavist og lagði niður herþjónustu og bannaði ákvað að feysa út til dæmis kjarnorku orku. Þetta allt saman undir ákvarðanir. En ég meina sko það líka það sem allavega það sem Merkel var og það sem Þjóðverjarnir og það kannski svolítið nú skrítið að segja að sko Þjóðverjar þurfa sterka leiðtoga. Ég veit að þeir hafa brennt sig á því sko en ef þú lítur aftur á söguna sko Adenauer, Schmidt, Willy Brandt, Schröder, Kohl, Angela Merkel, þetta allt stórir leiðtogar, mikli leiðtogar. Olaf Scholz það ekki. Þú veist, hann gerir svona robottolk og svona einhver svona búrókrat frá Hamburg sko. Og það svolítið svona sem að vantar og það einhvern veginn sem að horfir yfir pólitíska sviðið á Þýskalandi núna, það
það engin þannig augljós kandidat. Ragnar, takk fyrir að taka okkur til Þýskalands. Já, mín var ánægð. Já, við þökkum Ragnari kærlega fyrir komuna og öllum gestunum sem hingað hafa komið og ég þakka Birni Þorláks fyrir að hafa tekið hér viðtal í þættinum og Laufeyju fyrir að taka upp og senda út og ykkur kærlega fyrir að hlusta og breyta þessum samtölum okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið. Dreifikerfið samstjórnarna hefur byggst upp á góðri afspurn. Það gerist með því að þið segið ykkur frá, vinum eða vandamönnum, frá efni sem ykkur líkar og þau kíkja á það og þar með stækka dreifikerfið. Þið getið bent á að við séum á Facebook, á YouTube, báðum stöðum undir nafni Samstöðunar. Við erum á öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.net spilari.is á netinu, en spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og reyndar allar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum, það sem net á annan borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við síman, fjarskiptafyrirtækið, þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni sem eru 24 tímar á sólarhring 7 daga vikunar allan ásins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðarinnar. Það eru áhorfendur og áheyrendur og lesendur að þeir hluti þeirra sem hafa gerst áskrifendur sem að eiga Samstöðuna. Það kostar 2.500 krónur að gerast áskrifandi. Þið getið gert það með því að fara inn á samstöðun.is. Það hnappur sem ástendur áskrift og skráðu ykkur þar. Þið megi borga meiri þið viljið og þið sem er kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Allt sem að þið sjáuð hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Ef að þú vilt taka þátt í að byggja upp Samstöðuna, næstu verkefni okkar er að setja hér fréttir, sjónvarpsfréttir og útvarpsfréttir á dagskrá. Við erum að vinna því að sækja okkur afl til þess að geta gert það fljótlega eftir verslunarhelgi. Ef þú vilt taka þátt í þeirri uppbyggingu þá hvetjið þið til þess að gerast áskrifandi sem allra fyrst. En þetta er komið nóg í bili. Ég verð hér næst við rauðaborðið klukkan 8 á morgun og segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.